Komið öll sem við hjartalega sæl og blessuð. Núna ég staddur inn í Árneshreppi, nánar tiltekið á Hótel Djúpuvík. Við ætlum að taka hérna viðtalvana Evu, hótelstýru, og síðan ætlum við að kíkja inn á ljósmyndasýningu sem að Klaus Sterneck er með hérna inn í Verksmiðju. Gjörðu svo vel, velkomin í þáttinn. Sæl Eva minn og velkomin í þáttinn. Viltu byrja á því að segja okkur svolítið frá sögu staðarins? Já, hann á sér tvíþætta sögu. Byrjun þá voru byggð hérna 2 hús árið 1915 fyrir ekki, og þau voru notuð hér. Það var hér síldarævintýri nr. 1. Það var hér maður sem hét Elías Stefánsson sem gerði út báta og saltaði. Og hann fór síðan á höfuðið 1919 í kreppunni miklu, og eftir það voru húsin hérna ónotuð í mörg ár. 1934 kom hingað hópur manna til að byggja verksmiðju, og þá höfðu þeir afnota af þessum húsum. Og þeir reistu náttúrulega þetta gríðarlega mannvirki á ótrúlega skömmum tíma. Þeir byrjuðu á útmánuðum 34 og verksmiðjan fór í gang 1935 í júlí, 7. júlí. Svo þetta var ekki 1,5 ár einu sinni sem þeir voru að. Og þeir möluðu gull, borguðu allan lánskostnað af þessari byggingu bara á síðara úthaldinu 36, og eftir það fengu þeir þessa peninga beint í vasann. Og þetta gekk vel þangað til 44. Þá fór að halla aðeins undan og minnka síldveiðin, og það endaði með því að þeir hættu hérna upp úr 1950 cirka. Þá voru þeir reynda búnir að reyna að bregða karfa og gera eitt og annað til að halda uppi einhver atvinnu hérna, því það voru nokkra fjölskyldur sem höfðu sest hérna að. Þær fluttu síðan burtu hver af annarri, og síðan upp úr 1980 þá var allt fólki farið, og það leyti sem það var að tínast í burtu þá kom þetta í fjölmiðlum að Djúpavík væri að fara í eyði. Og manni minn langaði mikið til að koma hingað vegna þess að afi hans átti heima hérna einu sinni. Þeir þekktust að vísu ekki, en gamli maðurinn var löngu dáinn, hann dó 66 minnir mig, en hann langaði að sjá þennan stað þar sem hann hafði verið sín síðustu ár, áður en allir væru farnir í burtu. Og það var byrjunin á okkar ævintýri hérna. Og sko, það hefði aldrei hvarflað að mér 84 eða 85 að ég ætti eftir að flytja hingað, en við gerðum það svo. Við ætluðum bara að hafa þetta opið yfir sumarið og búa áfram fyrir sunnan og svo framvegis, en við gátum bara ekki, reikningsdæmi gekk ekki upp, og við áttum ekki peninga til að borga skuldir okkar. Það hefði allt verið vanreiknað þó við hefðum færa skrifstofu spekinga til þess að reikna út kostnað og svona framkvæmd, að þá reyndist það allt út í veður og vind, og við skuldum alveg út allar trissu peninga, og við sáum fram á það að við gætum ekki haldið bæði íbúð fyrir sunnan og þessu hérna.
Svoleiðis að þá var að vega og meta hvort væri skynsamlegra eða réttara eða hvað sem að maður vill nota til verða. Og það væri að hætta við hér og vinna fyrir skuldunum bara fyrir sunnan og láta þetta grotna niður aftur eða selja íbúðin okkar og fyrirtæki sem áttum fyrir sunnan og setja stað hér. Og það var sameiginleg niðurstaða okkar að við myndum alltaf síðan með geta eignast 4 herbergja íbúð á Reykjavíkursvæðinu. En að eignast svona stað eins og Djúpavík, þó við eigum náttúrulega ekki alla Djúpavík, en þá var það eitthvað sem við myndum aldrei fá upp í hendurnar aftur. Og það var það sem réð baka munin í rauninni, að við fluttumst alfarið hingað og ólum börnin okkar upp hérna. Segðu mér hérna, hvaða rekstur eru þið með í gangi? Við erum náttúrulega fyrst og fremst með þennan hótelgistingar og veitingasölu. Svo leigjum við líka út kajaka. Við förum daglega, 2 á dag, förum við með gesti gegnum verksmiðjuna í sýningaferð. Það tekur alveg upp í 1,5 tíma, fólk trúir þessu ekki en þetta er mjög vinsælt orðið og fólk fær mikið fyrir peningana sína. Og við erum með þessar ferðir á bæði íslensku, ensku og þýsku sem er náttúrulega mjög þægilegt. Við fáum mjög mikið af þýskum gestum hérna. Fáið þið meira af erlendu ferðamönnum heldur en íslenskum hingað? Nei, stærsti hópurinn er ennþá sem komið er Íslendingar og svo koma Þjóðverjar. En svo eru að bætast inn hópar sem við höfum ekki séð áður eins og Kanadamenn, Bandaríkjamenn, Bretar hafa alltaf komið svona í hópferðir af og til en þeim er líka fjölga svona almennt. Og svo talsvert orðið af Frökkum sem okkur undra mikið af því að þeir hafa bara varla sést hérna. Núna daginn, bara einn dag í síðustu viku, þá vorum við eingöngu með franska gesti og það var nærri því húsfyllir sko. Og hvað bjóðið þið gestum á gangandi upp á? Í sambandi við mat og svoleiðis. Við erum alltaf með bæði fisk og kjött og við notum saltaðan fisk frá Drangsnesi sem við matröðum á okkar hátt og sem öllum finnst algjört lostæti. Við berum fram með því soðna kartöflur og grænmeti og lauksmjör. Og svo erum við með steiktan fisk, bæði bara venjulega þorsk og svo rauðsprettu og stundum steinbít ef okkur áskotnast hann. Og svo bjóðum við alltaf upp á lambakjöt og svínakjöt. Og við höfum aldrei verið með matseðla fyrr inn í sumar. Við höfum bara sagst verið með munnlega matseðla og það hefur verið allt í lagi en það er í rauninu miklu þægilegra að geta bara sýnt fólki þetta svart á hvítu og núna eftir öll þessi ár ætlum við að prenta matseðla. Já, þannig að fólk getur valið. Já, einmitt. Segðu mér örlítið frá þessu húsi sem við erum stödd í. Já, þetta hús var byggt 1938. Það var byggt fyrir síldarstúlkur og þetta hefur alltaf verið kallað Kvennabrekkinn og með sér lengi eftir að þetta var orðið Hótel Djúpavík þá kallaði fólki hérna í sveitin þetta Kvennabrekkan sem ég fannst náttúrulega allt í lagi. Þær voru hérna í 8 til 12 manna herbyggjum. Það sem við leigjum út núna sem 2 manna herbyggi þar voru 8 stúlkur í kojum og þar sem er setustofan hjá okkur uppi sem var þá stærsta herbyggi þar voru 12 kojur. Og það er rosalega góður andi í þessu húsi og það var ákveðið herbyggi hérna uppi sem hafði orð á sig fyrir að þar heyrðist og sæist ýmislegt meira heldur en í hinum herbyggjunum. Og við höfðum það fyrir reglu þegar við komum inn að við sögðum annarkvort hér sé Guð eða góðan daginn þó það væri enginn þar. Núna er þetta allir löngu hættir að heyra það sjá nokkurn skapaðan hlut þannig að ég held að ef þetta var eitthvað þá er róin komin yfir og þessi aðili hver sem þetta var hvílir þá í friði. Og bara kvartum við og þú fer bara beint inn í verksmiðjuna. Já, við höfum í öll þessi ár síðan við keyptum verksmiðjuna. Við keyptum hana eiginlega fyrst hérna, áður en við fórum út í nokkuð annað. Við ætluðum að fara út í fiskeldi í henni. Það var þegar farið að reka fiskeldi og búið að gera í þó nokkur ár í Hjalteyraverksmiðjunni sem er byggð af sama manninu og er mjög lík þessari nema aðeins svona minni sig. Hún er svona eins og kvennútgáfa af þessari, getur maður sagt. Mér hefur alltaf fundist það. Og við fengum síðan engin lán til þess að starta þessu þannig að við snérum okkur að þessu í staðinn af því að
nú áttum við þó þetta hús, þetta stóra merkilega hús hérna, verksmiðjuna, og ef við ætluðum okkur að gera eitthvað, það var annarkvort að gera það þá með því að vera á staðnum eða bara skipta sér ekki af því meira og láta sem maður hefði ekki gert þetta sko. En það var nú ofan á að fara að reyna eitthvað að vinna við hana því það var algjör hörmung að sjá hvernig hún leit orðið út, það var búið að brjóta heila allar rúður í henni og svo framvegis. Og alls konar drasl og ógeð bara þarna inni. Og þegar við byrjaði á því að hreinsa svolítið til í henni og svona. En þau eru öll þökin á henni eru steypt og með tíð og tíma fóru þau að leka. Á sínum tíma þegar hún var í fullum rekstri þá voru þessi þök tjörguð á hverju ári. En við náttúrulega gerðum það ekki, við reyndum svo sem ýmislegt, það var einhvert efni sem við keyptum og kostaði heilmikinn pening þá sem við bárum ofan á þakið þar sem vélarsalurinn og það var það leyti sem við opnuðum sögusýningu Djúpavíkur í fyrsta skipti og það dugði í tæp 2 ár, okkur var sagt að myndi duga til eilífðar. Þannig að þegar reynsla var komin á þetta og við vorum svona farin að hafa kannski örlítið meira peninga milli handana, þá fórum við að leita fleiri leiðum til þess að gera við þökin. Og það búið að gera við stóran hluta þeirra en stærstu þökin eru eftir sem eru yfir mjölgeymslu sölunum. En það sem að gert það er sett á þetta sko, tjörudúkur sem er fyrst bræddur eitt lag ofan á þökin og síðan er brætt annað lag sem kemur þvert á hitt ofan á. Þannig að eftir að þetta er gert þá lekur allavega ekki gegn. Hins vegar eru náttúrulega komna sprungur svona víð í veggi og svona sem við höfum verið smátt og smátt að taka í gegn. Og þegar við förum í þessar skoðunarferðir verksmiðjuna sem ég nefndi áðan, þá byrjum við alltaf á sögusýningunni og síðan er farið í gegnum allt ferli, hvernig þetta var unnið, hvað menn gerðu þarna og við erum núna í miklu átaki af því að við ætlum að láta gera við annað stóra þakið, það sem að snýr frá og sem að snýr hérna að hlíðinni frá þorpinu. Það lekur mest og við höfum verið svolítið vandræði með það. Við erum oft með þarna einmitt í salnum þar sem þetta lekur, þar höfum við verið með bæði ljósmyndasýningar og listsýningar. Verðum með eina listsýningu þar í sumar og þarna er brýn þörf á að gera eitthvað. Og bara svona aðgerð kostar sjálfsagt 3-4 milljónir. Þannig að við erum komin í hörku söfnun núna. Okkur voru gefnir litlir listmunir, hestar sem við megum selja til ágóða fyrir verksmiðjuna og Klaus sem með sýningu upp í mjölganginum, hann gefur hluta af því sem hann selur, gefur hann hluta til verksmiðjunar. Þannig að við erum að bretta upp ermarnar og þetta verður gert núna í sumar alveg að forfallalausu sko. Hvað getur þú tekið á móti mörgum gestum? Við getum tekið á móti 32 til 34 í rúm ef við nýtum öll rúmin. Sko, við erum með eiginlega 3 hús sem við seljum gistingu í. Það er aðalega hótelið og hér seljum við eingöngu uppábúin rúm. En svo erum við 2 önnur hús, þau heita Lækjarkot og Álfasteinn. Og þar seljum við bara eftir því sem fólk vill, svefnpokagistingu eða uppábúið. Og í Álfasteini hefur maður eldunaraðstöðu að auki. Þannig að þar getum við líka verið með, sko, þó það sé bara 8 rúm í rauninni, að þá er auka rúm í stofunni þar. Þannig að þar er hægt að bæta við þessum 2 sem að ég segi til 34. Þannig að 34 mest, það getum við tekið. En ég verð að fá að bæta því við að
þegar við erum að fá stóra hópa, það kemur fyrir að við tökum á móti hópum alveg upp í 50 manns og þá koma nágrannar okkar inn í spilið og þá bjóðum við upp á nágrannagistingu sem við köllum og það yfirleitt mjög mikil ánægja með það. Ok, Eva mín, segðu mér, opið allt árið kring hjá þér? Já, merkilegt nokk. Við höfum alltaf gefið okkur út fyrir að vera með opið allt árið og margir hafa nú hlegið að okkur í gegnum tíðina vegna þess að það snjóa náttúrulega hér eins og annar staður og vegirnir eru mjög illa fallnir til að moka þá og þar að auki þá hefur Vegagerðin ekki mjög mikla þörf á því að þjónusta okkur virðist vera. Þannig að það hefur þurft að beita ýmsum bellibrögðum til að komast til okkar. Fólk hefur stundum gengið hérna en það hefur keyrt eins langt og hefur komist og síðan tekið hafurtaxi sitt á baki og gengið restina. Og síðan höfum við meðan við höfðum snjómókstur sem var hægt að byggja á, það var opnað 2 í viku fram að áramótum og meðan við gátum byggt á þessu þá gat maður sagt við fólk ef þú kemur á þessum degi þá verður búið að moka og þá þurftu bara að fara á þessum degi. Og það hefur svo sem gengið bara þokkalega og fólk gerir allt mögulegt til að komast hingað. Til dæmis í vetur þá kom hérna kvikmyndatökuhópur í janúar. Þeir fengu sér selvflutta frá Blönduós með flugi, með lítilli rellu á flugvöllin og voru sóttir þangað. Svo reyndar lokaðist vegurinn í millitíðinni og þeir voru sóttir hingað af björgunarbátnum á Skagaströnd og með honum fenguðu líka leikara, það vantaði dreng til að leika lítið statista hlutverk. Hann átti að koma norðan og sveit en komst ekki af því það hafði fallið snjóflóð í millitíðinni. Þannig að það er ýmislegt sem gert til þess að láta hlutina ganga upp. Og bara rétt í lokin að þá stærsti hópurinn enn sem komið í ár kom í mars og hann kom gangandi á skíðum. Það var skíðagönguhópur frá útivist og þeir kom og voru hérna í 2 nætur og voru alsælir og hefðu aldrei farið í betri skíðagöngu sumir hverjir. Þannig að það er allt hægt ef maður reynir bara örlítið að skipuleggja sig miðað við veður og aðstæður og þeir voru afskaplega heppnir, höfðu mátulega mikinn snjó. Svo snjóaði reyndar allan laugardaginn í logni, allan daginn bara út í eitt og þeir gengu 10 kílómetra hérna inn í fjörðinn á laugardeginum og svo lögðu þeir upp eldsnemmi morguninn á sunnudegi til að labba tilbaka og voru alsælir. Þetta hefur verið ógleymanleg ferð fyrir þá. Já, þetta var það raunar held ég Já, mín þakka ég kærlega fyrir og gangi ykkur vel. Takk fyrir. Já, við ætlum að taka hérna viðtal við Klaus Sterneck sem ljósmyndari og viðtalið fer fram á ensku. Gjörðu svo vel. Klaus, tell us about yourself. Yeah, I'm 41 years old. I'm from Germany, and I came to Iceland first time in 2003 and direct to Djúpavík, and I fell in love with this place, so I came back to this place. And since 2006, I help every summer in the hotel, and 2008 I decided to stay in Reykjavik, and since 2008 I live in Reykjavik. Yes, I love this country and my heart is beating here in Djúpavík. That's I love this. good to hear. Yes. Tell us about the exhibition. Yes, this is my 4th exhibition here in Djúpavík, in the old herring factory. I don't want to say I'm a photographer, but I like to take pictures. I started to take pictures here in Iceland, and I realized during the years that a picture is not only a picture, or a photograph is not only a photograph. For me, a photograph is a part of the reality. There's something beside the picture, and also there are sounds in the same moment I was taking the picture.
and there are feelings, you can smell. If you're in a place, in a restaurant, you take a picture, you can maybe smell food. And so a picture is more than just a picture. And this is something what I'm going to use in my exhibitions. Cool. One project is I take pictures and record the sound while I'm taking the picture. That makes a picture much more alive and the sound more feelable. One example you see here, it's the Icelandic bird Kría, Arctic tern. Many of you probably know this bird. I was taking this picture while the bird was attacking me. I also recorded the sound. You will listen now to the sound. One example is, we see it here on this wall. These are pictures which I'm going to publish on my Facebook page. I take every day one picture. I don't know today, for example, what will be the picture of today. I decided in that moment, okay, this is the picture for today. I'm going to write a small text about it, what is to see, where did I took it and when. And friends of mine are commenting this picture. And it's very interesting for me, first to see what picture will it be today, and the comments by the user. And I get very good feedback for this project. And this is a good example. A picture is not only a picture, or photograph is not only a photograph, it's just more. And it's a story behind. And I want to connect the story behind the picture with the picture itself. And then you get different perspectives from each and every one that watches the picture. Yes, exactly. Yes. And I'm really surprised many times, oh, I didn't think about this aspect when I took this picture. And the discussion or the chat is about something completely different, and it's funny to read and have contact to the people. Okay. Klaus, thank you very much. You're welcome.